Já, komið sæl og hjartanlega velkomin í þáttinn Ísland Today. Gestur minn í dag Björn Blöndal, oddviti og borgarstjóraefni Bjartrar framtíðar. Vertu velkomin, Björn. Takk fyrir það. Hver munurinn á þér og Sjálfstæðisflokknum, til dæmis? Já, ég er náttúrulega ekki flokkur, sko. Ég er einstaklingur bara, sem í framboði fyrir flokk. Já, en svaraðu bara spurningunni, þetta ekkert flókið. Svaraðu bara spurningunni. Þetta bara einföld spurning. Hlýtur hún ekki að svara þenni? Já, nei, ég er ekki flokkur. Ég er einstaklingur, þannig að það er náttúrulega mjög mikill munur á mér og Sjálfstæðisflokknum. Það er bara tvö ólík fyrirbæri. Já, það ekki snúa út úr spurningunni. Þú hlýtur ekki að bara svara já eða nei. Nei, það er reyndar... Nei, sko, ég meina hver munurinn á mér og Sjálfstæðisflokknum? Já, þetta er bara einföld spurning. Þetta er bara fyrir kjósendur. Ég get ekki svarað henni já eða nei. Okay. Það þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur, ég er einstaklingur, ég er hins vegar í framboði fyrir flokk líka og það er hægt að bera það saman. Þess að þú veist, ertu að spyrja hver munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Bjartri framtíð? Nei, mér finnst þú vera að varpa ábyrgðinni af þér yfir á einhvern flokk. En ekki koma þér undan því að svara spurningunni. Sem var... Hver eru þín baráttumál? Hver eru þín áhersluatriði? Fyrir hvað stendur? Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar að leggja áherslu á? Ef þú væri borgarstjóri í Reykjavík, hvað myndur þú leggja áherslu á? Sko, ég held að það felist kannski pínlítið í nafninu á framboðinu okkar, Björt framtíð, og þar erum við í raun og veru að segja svolítið hvað við viljum. Já, þið ætlum semst að lifa í framtíðinni, ætla ekki að vera í núinu, þá alltaf gerast í framtíðinni. Er það? Já, þetta í raun og veru snýst það. Það er að segja að þetta snýst ekki það sem var, eða þú veist, ég er ekki á því að það þýðir mikið að velta sér upp úr því sem gerist í fortíðinni, þó að stundu þurfa að taka það með í reikningin. En fyrst og fremst snýst borgarpólitík framtíðina, það er að segja stefnumótun til framtíðar. Nú snýst rekstur borgar og þessi borgarmál, þetta snýst alveg gríðarlega mikið tölur. Já. Þetta eru tölur fram og tilbaka, þú veist, það eru gögn með tölum og það er að nefna tölur, þú veist, það er að muna einhverja tölur. Treystur þig til að muna tölur? Já, ég get nú alveg munað tölur þokkalega, en svo líka er nú sem betur fyrir þannig að maður getur, það er mjög auðveldur aðgangur af þessum tölum, sko. Þannig ég þarf nú kannski ekki að vera að eyða orku heilans í að muna þetta allt, sko. Tökum sem dæmi. Ég get haft það í tæki fyrir fram með þetta. Nú erum við á fundi og ég er að nefna tölur, segjum að þetta sé einhverja tölur sem eru gríðarlega mikilvægar og ég segi já, það er 7, það er 18, 53, 9, 2, 3, 8, 59, 16 segi ég, ok, þetta eru mikilvægar tölur og síðan tölum við eitthvað meira og síðan allt í einu ert þú spurður, já, sem sagt Björn, hverjar voru tölurnar? Manstu þetta? Nei, ég man ekki alla þessar tölur, en það er spurning hvort að við getum farið yfir þannig ég geti kannski punktað þér hjá mér. Hverjar voru tölurnar aftur? Skiptir ekki máli. Segjum að þú værir í aðstæðum þar sem að þú vissir ekkert hvað þú ættir að gera. Þú væri bara í einhverjum aðstæðum þú vissir ekkert hvað þú ættir að gera. Hvað ættir að gera? Já, það fer nú kannski svolítið eftir aðstæðunum. Já. En ef maður er í aðstæðum þar sem ef ég til dæmis kæmist í aðstæður þar sem ég vissi ekkert hvað ég ætti að gera, þá sé ég vil leita mér ráðfæra mig við fólk, gott fólk, jafnvel sem ég væri að vinna með. Eitt að lokum, þú segist þér svo góð með tölur í starfi þínu, ef að þú verður borgarstjóri, þá þarf þú einhvern tímann að standa frammi fyrir tölunni milljarður. Já, eða milljarðar, jafnvel. Milljarðar. Er milljarður 100 milljónir eða er milljarður 1000 milljónir? Milljarður er 1000 milljónir. Það er 1000 milljónir, það er rétt. Já, það er ekki allir sem átt að segja því. Það er nú svona mjög margir sem held ég kannski all flestir sem Já, ég áttaði mig ekki á því þegar ég byrjaði í mínu starfi. Ég hélt að milljarður var 100 milljónir. Já, en við vorum nú fljótir að leiðrétta það.
Björn Blöndal, ég þakka þér kærlega fyrir spjallið. Það var mjög áhugavert og margt athyglisvert sem kom fram. Takk fyrir að fylgja. Þetta var Ísland Today.